Góðan daginn, velkomin í, hvað er þetta, þáttur 14, hérna á YouTube, Systra Banda, handlitunar. Ég er nú bara nokkuð ánægð með mig. Ég held að sé rúmur mánuður síðan ég var hérna síðast. Og það kom páskar og alls konar. Og ég veit ekki hvað gerðist. Ég kláraði bara fullt af drasli. Og ég bara gat ekkert farið að bíða eitthvað mikið lengur með að taka upp. Ég heiti Fanny og lita garn undir merkjum Systra Banda handlitunar. Jesús, fallbeng, Systra Band handlitun. Og ég prjóna. Og stundum heklaði. Kemur fyrir annars slagið að ég sauma, hefur ekki gerst alltaf lengi og ég á ekki fullkomna saumavél, þetta er IKEA saumavél. Allavega, ef ekki bara dempa okkur í þetta, er ég að gleyma einhverju. Gerðist sorgarviðburður páskana. Hamsturinn okkar, hann Bjössi, féll frá. Blessuð sé minning hans. Þannig að við höfum ekki lengur hamstur. Þeir sem horfðu á síðasta þátt, eða þeir sem horfðu ekki á síðasta þátt, að það var aðeins betri kynningu þar sem ég hafði ekki gert það svolítið lengi, þannig ég ætla ekkert að vera eitthvað að gjamma meira það núna. Ég brann það ólétt, já. Og síðan ég hitt ykkur síðast og þá fór ég í 20 vinnusónar og bara allt í góðu. Núna, já, nú komin ég á rúma 21 viku þá. Núna held ég að ég sé komin rúma 25. Ég er ekki alveg viss. Það eru 3 mánuðir eftir, cirka bát. Og ég, sem sagt, er með 3. drenginn. Sem að bara fór ekki fram hjá neinum í þessum 20 vinnusónar. Jesús minn, bara fleygandi tippin í allar áttir, sko. Þannig að ég bara strákamamma, ætli ég sé ekki bara hægt eftir þennan. Ég er ekki alveg á leiðinni í 3. keisarann og svona. Þetta er allt mjög skemmtilegt. Áður en ég dembi mig bara í að sýna ykkur allt, að ég segja ykkur skemmtilega dæmisögu að ég að búa á landi. Daginn sem að ég átti að fara í 20 vinnusónar inn á Akureyri. Því það er ekki, sem sagt, það er sjúkrahúsina sem er flokkarsamtaldi sem heilsugæsla. Ég fer hérna í mæðraskoðun en það er ekki fæðingarlæknar sem að gera sónar hér. Þannig að maður sækir þá þjónustu á Akureyri. Það er bara einn læknir á Akureyri sem getur gert sónar á mér, bara út af ættargallar sem það er alltaf að skoða. Og sá læknir var sérst laus þennan eina dag sem ég var bókuð og átti að mæta klukkan 11. Kvöldinu áður er veginum Ólafsfjarðarmúla lokað, af því að það bara var vont veður. Morgunin eftir var skárra veður en vegurinn var ennþá lokaður út af því að það var ekki búið að moka hann og af því að það var svo mikil snjóflóðahætta. Og ég sat hérna eins og spenntur grís og heyrði í þeim inn á Akureyri. Og staðan var eiginlega þannig að þetta var á 5. Á föstudaginn var læknirinn ekki við og hann vildi ekki bíða fram yfir helgi af því að ég var komin svo langt. Þannig ég bara varð að komast þennan 5. dag. En hins vegar að það var svo ljónheppinn að hann var á vaktinni seinnipartinn þannig að það skipti engu máli hvenar þennan dag ég kæmi. Ef ég kæmist yfir að þá ætti ég bara að heyra í honum og hann myndi taka mig. Þannig að ég satt bara og krossaði fingur. Lá á vefmyndavélunum, bara hvað er þetta? Það er allt í lagi með fariðina maður. Ógeðslega pirraður maður. Allt í einu sé ég glitta í mokstursbíl á vefmyndavél. Þannig að ég hringi Vegagerðina og jú, það handla verið að vinna í opna, þannig að við drífum okkur yfir í Ólafsfjörð og náðum á endanum sem sagt, þegar við keyrum út,
eða þegar við keyrum inn í Ólafsfjörð, að þá breytist á vegagerðinni eða breytist lýsingin, það ekki lengur lokað, heldur búið að opna veginn. Ég hef aldrei verið fegin á ævi minni. Eða jú, sennilega. En þú veist, þetta var mjög stórt moment. Og þú veist, þegar ég hugsa það hefði bara verið lokað og ég hef ekki komist, þá veit ég ekki alveg sko, að því að læknirinn sagði það daginn, eða vikuna eftir, að ef hann hefði fundið eitthvað óvenjulegt sem maður þyrfti að skoða betur, að þá hefði verið orðið svo seint að fara að gera það í vikuna eftir. Ég myndi að hefði örugglega alltaf reddast og ég myndi að var alltaf lagi með allt. En þetta er samt raunveruleiki þess að búa það sem ekki öll þjónusta. Sko, það sem að lá sennilega ljósast við að ég kláraði auðvitað Skylight eftir Tanis, hún með franskt eftirnafn sem ég get aldrei borið fram. Tanis Lavelle. Hún er allavega með Tanis Fiber Arts. Ég var búin að sýna ykkur hana í vinnslu. Ég skal reyna að sýna ykkur svona sirka hvernig hún fellur. Það er ekkert alveg að marka út af, þú veist, það er náttúrulega bumbu, allt hérna. Sést nú, það horfður bara svona hinga. Sjúklega ánægð með hana, ógeðslega þægileg. Ég gerir stærð númer 2 og hún hérna prjónuð, ég prjónaði hana bara á tilsettu prjónustærð, sem sagt prjónað númer, þetta voru 8 mm prjónar, 6 í stroff. Nema ég ekki með þessi gatni í rauninni sem var uppgefið. Ég notaði 2-falt merino hör sem svona fingering grófleiki og einspinna, náttúrulega ekki einspinna því að það er spunnið saman hör og merinoull, en merinoullin svona single ply. Og svo notaði ég trámóhaur með. Og það er einlitt, liturinn þoka, merinouhaurgatnið. Og litabreiðin sem þið sjáu bara í móhaurinni. Ég notaði marglitt móhaur í litnum, ljósbrot. Ég er með hérna, sorry, það hefði eitthvað skrjáf. Hérna er hún. Móhaurið svona. Og þetta ljósbrot til í, þetta er bæði í vefverslunni hjá mér og í Gadbo Eddu. Og þetta var svona, þessi skammtur var í daufaralagi, þess vegna var ég að nota. En mér finnst alveg sjúklega skemmtilegt hvernig þetta kemur út saman. Og já, viðvörun áður en ég held áfram. Þessi þáttur verður voða mikið fókuseraður á garn, handlitagarn sem að ég litaði sjálf. Yfirleitt ég nú með eitthvað bland en þið bara, sorry, pluggið. Þetta er bara stundum þannig, það maður eitthvað svona garn business. Þessi peysa, hvað ætla ég að segja meira hana, það eiginlega ekkert meira að segja. Uppskriftin var pínu, sko, ég þurfti eiginlega að athuga hvort hún hefur lagað hann eitthvað því að það var eitthvað villa í, hún byrjar ofanfrá og það eru styttar umferðir og það var eitthvað villa í lýsingunni hjá henni, einhvers staðar stóð, þú veist, prjónið að upphafi umferðar.
en það meikaði ekki sens heldur átti að vera eitthvað annað og ég skýta mig sagði það eitthvað. En ég var pínu pirruð út af því að ég hef prjónað eftir uppskrift frá henni áður og þær eru bara mjög fínar frá henni uppskriftinnar. Þannig að, en hún hlýtur eiginlega að vera búin að gefa út leiðréttingu að því, ég trúi ekki öðru. Já, finito, mikið notuð. Í framhaldi af þessu þá, sem sagt, eða áður en ég byrjaði að prjóna þessi peysu, þá gerði ég smá test. Af því ég var að horfa á Taylor Earl, sem með podcast sem heitir, held ég, Wool Needle Hands. Og hún með svona handrituna business líka sem heitir, í Bandaríkjunum, heitir Fiber for the People. Og hún var að tala svona mohair pörn. Og ég verð að viðurkenna, ég var þar að ég var að velja kannski skrautlegt base garn, eða grunngarn, þú veist, meira nullina eða hvað sem ég var að prjóna með, þú veist, einlitan plötulopa, einlitt eitthvað, nei, ekki, nú er ég að snúa þessu við. Ég var að nota marglitt base garn, þú veist, ég var að nota, og ég veit að margir gera, þú veist, velja ægilega fallega handlitaða hespu, þú veist, eitthvað svona, parað með einlittu móhairi. Þú veist, ef þú ert með eitthvað svona, þá verður fullkomið parað með einhverju gylltu móhairi. Þá náttúrulega demparu dálítið niður fjölbreytileikann í þessu, sem getur bara komið mjög fallega út. Annað að para þá móhair og grunnlit í sama lit, fá þá marglitt móhair sem handlitað af sama, og það náttúrulega getur það kannski verið orðið dálítið dýrt, þú veist, þá ertu komið með handlitað í báðu og kannski geta allir tilbúinir í það. Þess vegna kannski velja þeir, þú veist, móhair frá Onion eða eitthvað, sem by the way, miðað við þyngd ekkert mikið ódýrara heldur en að kaupa bara handlitað móhair. Það mjög gott verð á því, en það saga annað þátt. Þú veist, kannski að velja sér flottasta handlitagatið sitt, velja sér móhair sem ódýrara, para saman. Annað að velja móhair og meira í sama lit. Bara, þú veist, líka rock solid. En svo þriðji möguleikinn, sem sá að velja móhair sem litað marglitt, þú veist, eins og þetta, og vera með einlitt grunngarn. Og þá, sem sagt, til dæmis getur verið með einlita plötulopa, hvaða gatt sem þetta dettur í hug, keyptu svo handlitaða móhairhespu og það sem sagt, á einnig svona, það eru 50 grömm, sem sagt, þessar handlituðu, þá ertu komið með 800 metra af móhairi, sem bara hellingur, þannig að þú þarf kannski bara 2 svona í einu peysu. Ég notaði, þetta afgangurinn af móhairhespu nr. 2 í peysunum sem ég var að gera, by the way. Og þá ertu komið svolítið skemmtilega hreyfingu eins og ég fekk í mína peysu. Þannig að þetta eru svona 3 möguleikar og ég ákvað að gera smá pröfu af því að hún var að tala um þetta í þessum þætti. Og hún var að sýna pröfu sem hún var búin að gera og þessi Taylor Earl, sem sagt. Og ég tók og byrjaði. Ég tók ljósbrot, kannski ekki svona augljósasti litur sem ég get gert. Þetta móhairið og þetta merinóið. Og ég prjónaði þessa 2 liti saman, hérna. Og, þetta nú, já. Sem sagt, þetta hingað, svona. Þetta eru þessi 2, 1 þráður af hvoru. Svo skipti ég og tók, sem sagt, hvítt móhair með þessu hérna. Þá
þá tók ég merino í marglita og hvít móhair. Þá kom það svona út. Ef við berum sama við það sem ég var með áðan, að þá var þetta hérna, þú veist að sjá, það er náttúrulega meira litur, það er meira grátt. Og svo tók ég þriðja möguleikann sem var hvít grunngarn og móhair í ljósbrot. Og ef við tökum prufinu sundur, þá er þetta hvít grunngarn, lit á móhair. Þetta var ljósbrot í grunngarn og hvít móhair yfir. Þið sjáu það þegar pínu grár í þessum, þá kom hann betri gegn hérna í miðjunni. Og svo er þetta bæði handlita í ljósbrot. Þú veist, þetta kemur pínu svona feit. Þannig að maður getur svolítið valið, þú veist, þetta fer þetta pínu eftir því hvað maður er að gera. Ég meina, þetta kemur bara mjög fallega út þar sem þú veist með hérna hvítt móhair við ljósbrotlitin. Þú veist, þetta er náttúrulega skrautlegra, þar sem þú ert með bæði litað. Og svo hérna þess að þú ert bara með litað móhairið en hvít undir, þú veist. Það getur líka bara verið fallegt. Þannig að það fer bara alltaf eftir hvað maður er að velja. Og ef þú ert með, þú veist, eitthvað æðislega fallegt handlit og gat sem þú ætlar að nota í húfu, og þá kannski ekki endilega máli að dempa það segja niður með einlitu móhair, nema það segja það sem þú viljir. Og ef þú ert að gera svona feit og alls konar, þú veist, þá getur verið mjög flott að vera með einlitt móhair til að blanda betur saman litunum. Það getur alveg geggjað. Næst ætlaði ég bara að sýna ykkur, ég sýndi ykkur þessa peysu síðast, hún var nánast búin. Þetta er Rille... ég talaði hana síðast. Nei, þetta er omslagsjakki, eða eitthvað. Fékk uppskriftina á Paleas. Hún átti að vera bundin allar hringinn, en ég átti eftir fráganginni að vera að sýna ykkur þetta síðast. Ég setti hérna litla tölu í og ég gekk frá henni, bara með, ég heklaði bara svona lykkju. Og inn í að þá heklaði ég litlar snúrur sem að, þú veist, þannig að maður binda hana hérna inn í slaufu og þessu bara með töluna hérna. Þannig endaði þessi. Og lilla baby peysa. Og svo síðast var ég líka byrjuð á húfunni, þannig Oslo húfunni. Þannig Saga að segja frá henni. Hún er tilbúin. Hún er geggjuð. Þetta var notaði tilraunaeldhúsið Extra. Þetta er 2-falt gat. Og já, bara mjög ánægð með hana. Kemur mjög vel út. Hún er 3-falt yfir eyrun. Þannig að maður prjónaði slétt, alveg sem er 2-falt þetta hérna. Snýri svo við og prjónaði hérna slétt áfram, þetta hérna. Braut svo upp á þetta fyrra þannig að þú sérð alltaf bara sléttu. Braut upp, saumaði niður hérna og svo brýtur maður aftur upp á þannig að þú ert komin 3-falt efni yfir eyrun. Það eru allir á amaðar að gert þessu húfu. Ég valdi sem sagt, ég gerði nú 2-földu svona fingering handletökunni. Og sem bara á að passa nokkuð vel við. Ég hef ekki mælt prjónfestunni hjá mér, þannig ég veit ekki alveg hvað hún er við. En það eru 4 stærðir, það er held ég sko Child, Junior,
og svo konur og kallar. Og hausinn á mér er sko 55 cm og það var bara toppurinn á junior stærðinni og vitandi það ég prjóna frekar laust og þá ákvað ég að gera þá stærð. Notaði bara prjóna sem voru gefnir upp 3,5, bara með ást efnið, fínt þannig. Og hún er alveg í það víðasta á mig. Þannig ég gerir junior stærð, prjóna 3,5, en það er eitthvað eins og ég segi, ég mældi ekki alveg prjónfestuna. Og meira segja sko maðurinn minn, hann með frekar lítið hár yfirleitt, að hann myndi vilja hafa hana svolítið þéttari. Hún er alveg, hún heldur vel heitu, en vindurinn fer alveg undir. Þannig að ég ætla eiginlega, af því að þetta er geggjuð húfa, hún er svo hlý, ég ætla að gera fleiri svona, ég ætla að gera svona manninn minn. En ég hugsa að ég fari niður í prjóna, ég haldi mig við þessa junior stærð, en fari niður í prjóna allavega 3. Hvað ég á með 3,5 hérna. Ég fari niður í prjóna 3 til að fá hana ennþá þéttari, sko. En þessi er alveg búið að nota hana vel, sko. Það er ekki málið. Ó nei, bæði að mér og honum. Ok. Ég átti bara eina með eftir að Skylight, kláraði hana. Ég held áfram með húna, kláraði hana. Og svo... Ég trúi ekki hvað er að fara sýningu næst. Þegar ég var búin með húna, að þá fattaði ég. Þá tók ég upp munið þegar ég var að tala um Marled Magic peysunum minna henni síðast. Og hvað ég hafði ekki grænan grun hvað ég ætti mikið eftir eða hvert ég var komin eða hvernig þetta leðist saman eða hvað. Þegar ég tók hann aftur upp fyrir að prjóna og fyrir að skoða uppskriftina og hann nokkri hlutar eftir og aðja, ok. Svo bara allt í henni áttaði ég mig á því og það var bara ekki neitt mikið eftir. Og ég einhvern veginn bara fer í að vinna í henni, klára síðustu hlutana sem ég átti eftir að klára. Og það voru 2 litli hlutar og í lokin af þeim og þá tengdi ég saman undir ermunum. Og svo bara þegar ég var búin að því að þá átti ég bara eftir að prjóna bakstykki. Þannig að hún er finito. Hálsmálið gerði ég, já, hún er öll úr einföldu þræði af merino nylon í litaseríu sem ég kallaði Nátthrafna, hefur endur ekki fengist í smá tíma. Kannski fara að lita eitthvað aftur. Þetta er allt litir sem eru svartir, þetta er litað með tækni, þannig eru svartir og svo litur, vá, það eru allir litaði svartum ákveðin tækni og svo bara mismunandi litur á móti. Ég vantaði eitthvað smá öðruvísi þannig ég bætti þessum hérna sem er hóvarð, þetta er í rauninni bara svona ljósgrár með svörtum speklum. Hann kláraðist inn í endan á þessu kafla og þá notaði ég bara ljósbrot. Og með í allri peysunni er svart mohair frá Onion sem ég keypti hjá henni Sveinu. En í stroffin á höndunum, það er svona ækortkantur neðan á allri peysunni, stroffi á höndunum og hérna hálsmáli. Þar notaði ég 2-falt fingringar. Ég sleppti mohairinu næst mér og það var bara svona til að koma í veg fyrir mesta fiðrið svona fremst á höndunum og við hálsinn. Já, þetta verður erfitt. Ég er hérna upp í sófa og ég kemst eiginlega ekki lengra frá. Sko, mér finnst hún svona, í það lengsta hérna fram á
Ég meina þetta þegar ég lyfti hendinni upp og slétt úr, það var alltaf lagi, skilur. En hún svona leitar, hún er mjög kósí. Hún leitar svona dálítið kannski langt fram. Aftan á er svona, fer alveg vel niður á rassinn, þið sjáu hendina mér hérna í gegn og þetta er það sem ég er að tala um, þú veist. Það er svona, pungast alveg duglega yfir, sko. Og ég náttúrulega, þú veist, prjónfesta og stærð og whatever, menn ég hef ekkert spáð í því, sko. Ég geti bara gleymt því. Þannig að, en þetta er svona ekta, henda yfir sig og það er bara eins og sért inn í teppi. Þú streifir hana hérna fram og ég veit að fullt af fólki hafa gert svona peysu. Þú veist, þetta verður ekkert hversdags peysa mín alla daga, en oh my god hvað það held að hendin yfir sig. Þetta er bara svona slá. Já, þannig að ég er bara nokkuð ánægð með að hafa klárað hana. Þetta er náttúrulega mjög flippaði leitir, en þetta var æðislegt verkefni, þú veist, af því að ég var mjög lengi með hana í vinnslu, alveg 1,5 ár. Og þetta var svo þægilegt því að þú veist, þegar þú grípur í hana, þá ertu í einhverjum hluta og bara svona mannst, þú veist, munstri í þeim hluta. Svo þú veist, ertu alveg að fá ógeð á þeim hluta og þá kemur nýr hluti með nýju munstri. En það skiptir eitthvað máli, þú veist, getur alltaf lagt hana frá þér og tekið hana upp aftur. Þannig að þú veist, þeir eru búin að prjóna eitthvað svona einlita húfu. Eða þú veist, sem er svolítið ekki einlit, en þú veist. Þú ert búin að vera að prjóna bara slétt, sama litnum, Svo grípur og tekur eitt hluta í þessari. Til dæmis svona bleikan bríós hluta. Þú veist, þetta er svo skemmtilegt inn á milli. Og þú veist, ég gæti örugglega alveg prjónað aðra svona peysu, en ég er ekki viss að eða þú veist, mér finnst alveg gaman að vera með einu svona prjónum, nema hvað að þetta er ekki mjög meðfærilegt. Þú veist, þú tekur þetta ekki beint með þér því þetta verður rosalega mikið. Verður rosa stórt með tímanum, sem sagt. Þannig að það er svona, og þetta er rosalega mikið prjón. Þú veist, þetta er alveg á við, ég myndi segja þetta væri á við 2 stór sjöl, sko. Þú veist, prjónaskapurinn í þessu. Þannig að, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona að dembi sig kannski beint úti. Já, þannig að ég kannski verð bara í henni. Þetta voruð allt búin að segja að hann sklitti áður, en svo er eitt sem ég fitjaði upp á og kláraði frá því að ég talaði við ykkur síðast. Og það er svona kragi. Sem að lítur dálítið út eins og sjál, nema hann er lokaður. Þetta er svona kál. Og þetta er uppskrift sem heitir Blurry kál og er eftir Johi Locatelli. Ég fylgdi uppskriftinni nákvæmlega, þetta er DK garn, þetta er hérna prjóna númer 4 minni mig og ég bara fylgdi uppskriftinni alveg nákvæmlega. Ástæðan fyrir því að mér langaði til að prjóna mér kál var það að ég elska að vera með sjöl. Þú veist, ég kýs þríhyrningslaga sjöl, þar sem ég get bundið svona og svona. Þú veist, þá bundið bara hérna og haft þá alltaf vaffið hérna framan á. Af því mér finnst það bara æði og það heldur mér hlýri. Nema hvað, svo þegar ég er úti í bílskúr að leita garn, þá er þetta alltaf kalt. Og ég get ekki verið með sjál. Og það losnar alltaf á endan ef það er ofan í pottana, skilur við. Þannig að ég hugsa með mér, já, ef ég gerir bara svona kál, þá er það bara svona fast á mér en mér er samt heitt. Svo þetta var ég að taka inn nýjan grunn. Ég var með DK grunn lengi vel sem var með 10% kasmíri. Og hann er, þú veist, ég hef gert peysu, ég gerði hérna refapeysun úr honum
þú veist, og ég hef sér sjöl úr honum, þú veist, hann rosa fallegur í sjöl. En ég elska Merino nælongrunninn sem við erum með í fingering. Hann 85% Merino og 15% nælon og mér finnst hann bara virka í allt. Þú veist, mér finnst bara að vera saman hvað þetta gerir, þú veist, þú getur gert sokka og þú getur gert bara hvað sem er. Og nema þessi grunnu nákvæmlega fékkst ekki hjá framleiðendum sem ég á með í grófara, sem eins og í DK. Og mér langaði ekki bara að vera með 100% súpuvöðs Merino, mér finnst það eitthvað svona, ég veit ekki, mér finnst það eitthvað pínu boring. Og svo bara allt í hennu komið með grunninn í DK grófleika. Og þetta sem sagt þá 85% súpuvöðs Merino og 15% nælon. Og það jafn fjölhæft og hitt, ég meina, þú veist, kemur bara mjög vel út í svona kál, getur notað þetta í peysu, það svona sokka, það svona styrking. Og ég bara rosa, ástæðan fyrir ég vildi gera kál í eða svona kraga í DK grófleika var að mig langaði í leiðinni að testa þennan grunn áður en ég færi að lita eitthvað meira á hann og selja hann. Þetta liturinn rökkur, en þetta reyndar, þannig að þetta kemur frekar fallega út á myndavélinni. En þetta var, sem sagt, óvenju dökk hespa. Gerist eitthvað að hún lá eitthvað asnalega í pottinum og þannig ég tók hann til hliðar og notaði hana sjálf. Þannig hún var aðeins dekkri heldur en þú veist. Hann á að vera, þá var nú frekar leiðilegt að nota hann saman í peysu. Og þessi rauði rauður sem ég var að testa. Ég ekki, þú veist, ég lit aldrei rautt. En mér langaði til að búa til góðan rauðan lit. En þessi dálítið brúnn, dálítið rösti, en mér finnst það rosa fallegur. Hvað finnst ykkur? Þetta eitthvað sem myndi vilja, ég veit ekki. Ég á pínu efins með samblöndunina, en svo þegar, þú veist, ég var búin með þetta og kom með þetta hálsinn, þannig að þetta bara geggjað, sko. Þannig að, já, blurry kál, hóhi lókitali, byrjað og búið. Það svona munstur í þessu hérna, eitthvað með brugumleikjum, svo bara röndótt og svo þetta bara sára einfalt, þetta bara snúna lykkjur og slegið upp á prjónin. Þá voru klárin búin. Það voru þessir 4 hlutir sem ég kláraði, pluss að klára að ganga frá barnapeysunni. Og ég byrjuð á einu nýju verkefni. Ég hef aðeins heklað í barnateppinu sem ég sýndi ykkur síðast, þannig ekki nóg til að vera eitthvað að draga henni niður aftur. Og draga niður segi ég af því að ég að taka upp niðri í húsinu mínum. Draga það niður og upp úr poka. Ja, allavega. Daginn sem ég fór í 20 sonar og sá svona blússandi vel kynið á barninu, að þá kom þessi út. Og ég bara pantaði hana. Þú veist, ég alveg með uppskriftir, eða þú veist, ég var alveg svona búin að finna út cirka, þú veist, hvað myndi ég vilja gera í heimferðsett og mér langaði pínu til að gera hérna urðabrunn eftir Döggu litlu prjónabúðinni sem peysa. Og svo hana Hosen Mats, eða hvað sem það heitir, sem ég fann einhvern tímann frí á Ravelry. Það bara uppáhalds ungbarna buxna uppskriftin mín ever. Þannig ég var ekki búin að hugsa að ég geti nota það saman. Svo náttúrulega var þessi bók að koma út og ég bara var að panta hana og gera eitthvað upp úr henni.
Og það sem að seldi mér eiginlega, þú veist, bókina var þessi hérna peysa. Mér finnst það bara mega sætt. Það náttúrulega önnur mynd af henni hérna, afsakið. Ég að reyna að sýna ekki neitt uppskriftunum. Þessi hérna. Mér finnst það bara fáránlega krútleg. Þetta allt í, sem sagt, ég held að stærðina séu alla 0 til 2 mánaða, 2 til 4 mánaða og 4 til 6 mánaða. Og það er nú eitthvað svona yfirlitsmynd yfir allt sem er í bókinni. Mér finnst það bara rosa falleg. Þetta er í rauninni 4 sett þannig lagað. Og mér finnst það rosa falleg litur í henni og bara allt. Mér finnst það mjög flott bók. Það er eitt sem að fer í taugarnar á mér. Og það er, þú veist, það er við hvert sett er húfa og peysa. Og maður getur bara valið, skilurðu, menn það getur vel verið að ég noti þessa hérna, mér finnst hún mjög falleg í laginu þessi hérna, getur vel verið að ég noti hana og sleppi bangsaeyrunum. Sérst, þetta er peysa sem ég ákvað að gera. Og húfan við hana er hér, hún er, eða sem er ætluð, sem er ætluð við hana er hér, hún er svona rifluð svo bara plain og flott lægin líka, sko, það getur vel verið að gera hana, ég á bara aðeins eftir að hugsa máli. En það er eitt par af sokkum, mjög basic sokkar. Það er eitt par af vettlingum, mjög basic vettlingar. Það eru einar buxur sem passa eiginlega bara við þessi hérna peysu. Þessi samfella minnir mig að sé við, samfellan er við, þetta sem Dagga gerði held ég, þetta hérna sett. Og sko, mér vantar buxur inn í þetta. Mér vantar buxur og mér vantar kannski, ég meina svo sem þú veist, ég meina ungbarnasokkar og vettlingar, þetta er svo sem ekki geimvísindi, þú veist, þú getur náttúrulega að nota bara þessa uppskrift við hvaða sett sem er og bara breytt litunum eftir í hvað þetta gera. Það er húfa við peysuna, en fyrir mér er heimferðarsett buxur, peysa og húfa og sokkar og vettlingar. Kannski er það eitthvað norrlænskt, það getur verið og ég bara biðst afsökunar ef að ykkur finnst, ef að heimferðarsett er almennt bara peysa og húfa, þá bara, sorry, þá er þetta bara eitthvað norrlænskt til mér, en ég á pínu svona, þú veist, ég var alveg búin að skoða hvað væri í bókinni, en ég bara hélt að það væri fleiri buxur. Buxur. Manda buxur. Líka af því að sko, kannski hefði ég verið rosa sátt ef það hefði verið einar svona almenna buxur sem gengju við allt. Af því að þú veist, eins og að segja hérna, ég meina það er ekkert mál að breyta þeim, ekkert mál segi ég, en það eru samt prjóna, ég meina þú ert að bæta við þessu hérna sem að flippast svo hérna. Þú veist, og þetta eru náttúrulega 4 mismunandi hönnur og þessi er náttúrulega hönnu við þessi hérna peysu, skilur við. En mér finnst vanta svona, mér finnst vanta buxur. Ok, en þetta er geggjað og ég byrjuð á þessari vikivaki peysu og ég syns að bara uppskriftin er mjög fín. Hún er eftir Evu Mjöll Einarsdóttur. Ég er ekki komin í munstrið hana, þá kannski eftir að reyna á það, ég veit það ekki. Og hún er sæt mynd af, ég ætla ekki að gera þetta, ég næ ekki að gera þetta á þessu sýningur allt. Þessi prjónu sést neðan frá og upp.
fram og tilbaka og ég komin sérst upp að handvegi. Þetta er svo lítið, 13 cm. Þetta er bara kantlykkjurnar og svo tekur maður upp og prjónar kantinn á eftir á. Ég að nota merino nylon í litnum Sturla Magnusson Gimli og ég að nota prjóna 2,5. Það átti að nota prjóna með 3. Einfaldlega bara því ég náði ekki prjónfestu með 3. Prjónfestan á var 28 lekkur og 10 cm. Ég held ég að vera með 26. Það prjóna með 3 og náði svo 28. Ég þurfti að fara alveg niður í 2,5 og 28 sem bara alltaf. Þannig að ég prjónaði stroffið á 2 og bara svona basic stroff og rest á 2,5. Ég prjónaði líka laust. Ég var byrjuð aðeins á annarri erminni því að hérna er ég komin upp á handvegi og þá er ég bara að gera ermar og tengja við og gera svo munstri. Mér finnst þetta ekki vera neitt sko. Oh my god. Þú veist að eiga svona 3. barn þegar eru 5 ár sem maður átti síðast og þá gleymir maður öllu. Þetta er sem sagt stroffið á erminni. Þetta er svona strumpa ermi. Kemur einum putta í þetta. Og ég stela bara nýbyrjuð á henni. Og munstur liturinn. Og ég smá vandræði með hann. Langaði til að vera með aðalönd sem er svona giltur, sem ég er ekki með. Og svo, þessi líka svolítið, en hann er eiginlega bara of mislitur. Og ég var líka búin að draga upp hérna gullbrá, þessi heitir gullnáma. Og hann getur hann verið rosa flottur í munstri, en aftur mér finnst það kannski aðeins of dökkur og mislitra því að þessi er svo dökkur. Hinn er bara svona gulur þessi ég var að spá í. Og ég myndi kannski, hann er kannski út í svona gult, það var ógeðslega flott með, sko. En svo er ég pínu að spá í þess að ég myndi að gera buxur. Ég geri örugglega þannig Hosenmats buxur við þetta, bara svona einfaldar. Og þá myndi ég kannski hafa þær í sama lit og munstri. Svo fyrir ég allt í einu að spá í, en þú veist, af hverju ekki bara hafa munstrið í sveppa? Það er náttúrulega crazy blár litur. Kannski geti ég notað að sveppa í munstrið. Og hver er ástæðan fyrir því að ég fór að hugsa að ég geti kannski bara notað sveppa í munstrið? Jú, að því ég átti eina gallaða herspun í skáp sem var smá svartir kögglar í óvart. Og þessi herspa myndi duga mér í munstrið og í buxurnar á barnið. Þannig að kannski sveppi bara máli. Ég er mjög á móti því að gera ungbarnasett úr hvítu garni. Eða þú veist, eða mjög ljósu. Og ég meira segja pínu áhyggjur af því að gera buxurnar á þessu. Af því að þú veist, ef það kemur kúkablettur í þær, er það ekki svolítið skrút eða er þetta nógu drappa til að maður næði að fela það? Ég veit ekki. En þú veist, ég meina á barnapeysu skilur, ég ætla alveg að nota þetta á barnið eftir að kemur heim. Ég ætla ekki bara að nota þetta á það í bílstólinn og setja þetta svo niður í kassa, sko. Þannig að, þú veist, ef gubbar eða eitthvað, þá sem er alveg kostur að vera með lit. Þannig að, já. Ég þurfti ekki að dæma það sem er með hvít heimferðarsett. Ég bara myndi ekki nenna að ná gubbugulu eða kúkabrúnu úr hvítu setti, skilur. Það er kannski bara mín leti sem móðir. En þetta er allavega pælingin, munstur litur. Þú veist, á ég að fara út í gilt. Sko, við erum að tala lit sem er svona, á ég að fara þangað.
kemur bilaðslega vel út saman og ef ég gerir buxurnar í þessu gyllta lit, pælið í því hvað skítablettin er, þú veist, þó það kemur kúkur, ég meina kúkurinn er bara eins og litin á buxurnar. Auðvitað myndi ég þvo buxurnar, fatti, ég er bara að tala með að kemur blettur. Ég er ekki að tala með, ég ætla bara að láta barnið vera í kúkubuxunum, skilur við. En þú veist, það er samt geðvægslega töff, held ég. Eða að vera bara svolítið dömnið og vera með sveppa. Þú veist, það er alveg klassíker svona, skilur við. Ég veit það ekki. Ég er ekki heldur búin að ákveða hvort ég ætla að hafa húfuna í munsturliðnum eða aðliðnum. Þannig að, en þú veist að það býtur ekki til. Herru, þetta er bara orðið yfirdrifið nóg. Ég er búin að klára svo mikið, ég er búin að, þú veist, ég er svo mikið að vinna í neina öðru núna. Ég er bara að vinna í þessari peysu af því ég var bara, þú veist, að fella af þessu á sunnudaginn. Og hérna, já, þú veist, ég raunin á ég fullt af lausum prjónum, skal ég segja ykkur. Það sem er samt, það sem ég langar til að fara að gera, er að gera eina peysu sem er ekki með móhaur. Og sko, ég keypti mér Holst daginn, Holst Supersoft í Garni í gangi á Akureyri. Og hugsunin var að þar gerðu bæði hérna Ellie hjá Skeindýr og Amy í Stranded Dyeworks gerðu sér víkendarpeysu eftir Andrea Mári úr tvöföldu Holst Supersoft. Og ég var eitthvað að gera eina pröfu, þar gerðu tvöföldu og fengu svona marald áhrif með að nota Syncport gráa litin. Og mér finnst þessi bleiki eins og geggjaður. Ætlaði að para þennan með, fór að prjóna og það er allt og mikil kontrast. Þannig að, þú veist, ef ég ætla að nota þennan bleika lit, þá þarf ég að fara í ljósari grán. Ég keypti bara eina og eina til að prófa, sko. En ég þarf að fara í miklu ljósari gráan ef ég ætla að gera þetta verkefni að veruleika. Náttúrulega dálítið gísi, sko, en ég var að fara niður, ég var að testa þess, byrjaði í uppgefinu prjónastar og fór svo aðeins niður. Og ætla að sjá hvað ég myndi ná prjónfestunni. Sýnast að ég þurfa að fara niður heila prjónastar til að ná réttri prjónfestu með þessu. Ég hef náttúrulega gert eina víkendar áður, hún er á Cascade 220 og ég kveikti í henni úr. Ég var búin að segja frá það einhvern tímann. Það er brunablett framan í henni og ég er á báðum áttum hvort ég nenni að gera við hana eða ekki. Af því að hún er ógeðslega þvæld og leiðileg og þú veist, ég veit ekki hvort mér finnist tímans virði að bjarginni eða hvort mér langar bara að gera mér aðra úr öðru gafni. Og annað sem mér langar pínu til að gera er að Comfort Fade Cardi eftir Andrea Mári. Þú veist, mér langaði henni alltaf ekki að gera hana og hún er úr DK-garni og ég var eitthvað svona, já, kannski ætti ég að lita hérna eitthvað. Þú veist, það er samt svona hálfpartinn ekki að nenna að gera rendurnar í feitinu, samt er það svolítið skemmtilegt. En svo voru Grocery Girls að byrja með samprjón á þessari peysu. Og ég fattaði það allt í einu að ég náttúrulega gæti alveg nota bara tvöfalt fingeringa. Og í staðinn fyrir að feita með röndum, þá get ég feita með marli. Sem sagt, ég get tekið þá, þú veist, nota tvöfalt, eitt lit, sleppt svo öðrum þræðinum, sett eitt þráð af nýja litnum og marla, og farið svo í tvöfalt af nýja litnum. Og það getur verið alltaf skemmtilegt. Ég veit ekki hvort ég fer í þetta verkefni en ég er alveg með klæðir og puttan að fitja upp, sko. Er einhver sem hefur prjónað þessa peysu sem hefur eitthvað hann að segja? Ég veit ekki. En ég var með smá lita hérna, þú veist, það er 4 lita kombo í peysunni hjá Andreu, þú veist, og mér, þetta mjög heillandi til dæmis. Ekki alveg hvoru megin, kannski myndi ég hafa þetta svona. En svo líka nýr
Ég geri þennan rauðbleika og þessi er bróður hans. Þessi heitir Rauðöl, af því hann myndi mig bara á Red Ale. Þessi heitir 2021 verður betra. Hann er með svona sundlega bláan, þessum rauða og bleiku. Og svo er hann alltaf með sundlega bláa og rauða líka í þessum hérna. Þetta er Cozy, lengi slengi. Og sundlaug sjálfan. Og það er geggjað líka. Nú bara ég þurfti að finna út í hvora rauðina litur númer 1, hann er alltaf næst andlitinu þar. Og fer svo niður sko. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort ég ræðst í þetta verkefni og hvaða liti ég vel með það. En ég er rosa... Ég veit ekki alveg hvort ég púla svona. Jú, kannski. Þetta ákveða eitthvað rauðun hennar. Ég veit ekki hvort ég ræðst í þetta, en þetta er svona það sem ég er búin að vera að hugsa um. Þetta er það sem ég er með á heilanum. En ég örglega eftir að gera eitthvað fleiri barnaföt líka. Nú er að koma sumar bráðum. Ég vil prjóna aðeins minna á sumrin. Því ég er dálítið mikið út í garð og svona. En það sem ég er með barni núna, þá veit ég ekki hversu mikla orku maður hefur svo sem. Ég er bara að hvað í garðinum, þannig að kannski verði ég bara inn að prjóna. Eða út að prjóna. Eða bara út á túni. Ég veit ekki. Ég ætla að segja þetta gott í bili. Bara takk fyrir að horfa og bye.